Hinn íslenski almúgamaður en í aukahlutverkum stjórnmálamenn og aðrir sem borið hefur á í þjóðfélaginu undanfarið ár. Leikstjóri Ágúst Guðmundsson, höfundarnir eru fjölmargir sem og leikararnir. Björn Emilsson sá dagskrárgerð, góða skemmtun. Taka 2, gengur! Baráttan brýnnar hafin og baráttan bestu fréttina hafin. Já, meiri segja að lífsbaráttan öllu því sem henni tilheyrir ekkert samanborið við þetta. Hérna stend ég og get ekki annað tilbúin að hoppa yfir bílinn sem í gangi hérna eins og þið heyrið. Já, þetta ekkert grín, þetta fúlasta alvara, enda svoleiðis jöklafílan alltaf drepa hérna og hlaupið ekki langt undan. Og ég get sagt ykkur það, ég búinn að rekna það út að ég ekki nema halva mínútu að hlaupa upp bílinn og 2 mínútur að koma mér að sandinum. Því að þegar hlaupið brestur á, þá það ekkert elsku mamma sko. Þá það bara run for your life if you can little girl dive sko. Já, þegar hlaupið kemur, þá bara kemur það svoleiðis með sjóðandi rjúkandi kvelli að það ekki Þetta ekki gos! Hann fær þó ekki hlaup. Vor fósturjörð, verð ekki að horfa svona alltaf á mig. Ágresið gríðar, nautu væna. Síhetta hói, ljós mitt klæði lífsins hjörtu við fyrsta hanakall. Svo kjær og hjarta bundi, ljós í þúsund ár, eitt eilífðar ljós í þúsund ár. Ættu þessu flauti, bara að teikna. Punktur, komma, strik, þetta hann Óli Prikk. Haus, mægi, hendur, fætur, hann Óli ekki sætur. Fingur, eyru, háls og hár, forseti og kóngur. Ég sem á að vera forseti. Það ég sem á að vera forseti! Það ég! Hann dauður. Aftur komið kvöldinu minn. Haldur betur. Og alla dagar slíta þér. Bara honum lekur út allt. En nú þarf ekki lengur að leka. Nú? Nei, vegna þess að ég get boðið upp á sjálfsnýtin. Ekki við sjá að til sjálfsnýtir. Nei, enda ertu búin að vera að snýta þig sjálfur frá barnæsku. Eða tíma og orku í eitthvað sem þetta handhægatæki mun eftirleiði sjá fyrir utinu mín. Án nokkura fyrirhafnar af þinni hálfu. En æðis gengið. Hei, viltu prófa? Á ég? Já, ég stættur. Já, heyrðu, þú getur stilt tækið á 3 mismunandi vegu. Lítið hor, miðlungshor og mikið hor. Og mikið hor á við núna, það ekki? Já. Ok. Þá setjum við það á því. Þetta eitt handtak, svona bara. Og svo kveikjum við á græni, 1, 2 og 3. Tenni. Tenni, hvernig líður? Vá, þetta frábært. Já. Æðis gengið. Þetta bylting! Þetta undratæki verður komið inn á hvert íslenskt heimili áður en lætur liður. Því hvar meira hor en einmitt þar. Og hver einastu aumingi þarf ekki lengur að vera með hor. Nei, jafnvel ekki aumingi eins og þú, Denni minn. Nei, bara...
En hef ég efna á þessu? Hefur efna á því að vera með hórið lafandi úr nefn allan daginn? Hef ég það? Nei! Þú ræðir auðvitað þetta verð. Nú? Ég býð sjálfsnýtin á aðeins 9.999. Nú, þetta er næstu í gefins. Nei, ekki alveg. En það er annað sem fæst gefins. Og það er þetta. Þessir vistvænu plastpokar fylgja með. Þarna safnast hórið í, síðan setur öll lítið af fræjum út í þá og áður langt í líður ertu komið með Hormóna. hór titti. Og nú reynum við einu sinni enn á öllum lífsins sálarkröftum og sama nú! Nei, hann vill bara ekki koma. Hvað eigum við að gera? Býta aðeins. Já, halló? Heyrðu, hvað ert að spá? Jú, þetta er sómafólk. Hún er kennari. Hvað gerir þú? Ég er líka Ég rek pizzustað. Já, pappiðin rekur pizzastað. Er það ekki fínt? Á, allt í lagi, þá sjáumst við. Já, bless. Hann er alveg að koma. Ok. Ói, já. GSM, þegar þú þarft að ná í fólk. Íslendingar hafa staðið sig alveg frábæla vel á ólympíuleikum fyllibitna í borginni af Blanda í Bandaríkjunum. Nú, og hér kemur íslenski keppendur í mark. Já, og hann er á 9 heimsmetu, 24 mínútur og 32 sekúndur. Gull á ólympíuleikum. Hvernig er tilfinningin? Hvernig líður þér? Ertu ekki sigur vímu? Vímu? Já. Herðu, það er aldrei sér. Ég er að segja það aðeins að smakka. Já, og varstu búinn að drekka mikið? Segðu mér eitt brúna elsku kallinn minn. Já. Hvernig fór þetta þar? Þú vannst! Vann ég? Já. Það getur nú bara ekki verið, ég hef aldrei gert handtak á auðvinni. Já, nei, þú sigraðir. Sigraði? Já. Það getur nú bara heldur sem verið, sko, ég hef aldrei... Hvar er markið? Það er hérna. Það er 13 markið, er þetta fyrst mark? Segðu mér hérna, hvernig er gengið á markinu? Nú má ég ekki tefja lengur, kallum ég. Nei. Finnast upp og svona, nú þarf ég að fara að hlusta á verðlauninu og taka á móti þjóðsögnum. Já. Og þar með er ég rokinn. Og þar með er hann rokinn. Framögna menn úr skúma sóttum, mér skelfumst morgun blaði þeim. Nú þörrum tárum kvörnum bótum, rísjum upp og segjum nei. Þessir mokkar komar meira ekki, mala oss í búa nóg. Við brjálumst allir brjótum ekki, boðið er oss núna nóg. Íslenskt aðdátt frelsis, eilíft heil varnarstríð. Þeir heimta á oss frelsi, en handa peppa líf. Allur gróðinn er okkar, ekkert greiðum við gjald. Því auðvaldið okkar er Íslands eina vald. Að sögn lögreglu hefur Geirmundur ekki fundist ennþá. Og málið því enn óupplýst. Við snúum okkur þá að Skeiðarársandi. Nei. Við skiptum þá yfir á Eggert Skúlason sem er staddur... Tjö. Að sögn Jóns Baldvins þá, ásakið, að sögn Jóns Ófalssonar sem... Tjö. Stjórnarform hans íslenska Tjö. Ég fór í bæinn í dag. Keypti enska boltan og 2 handboltafélög. Svo fór ég í búð, keypti hana. 2 aðrar. Svona er Ísland í dag.
Ég á það. Já, góðan daginn, þetta símanum? Heyrðu, já, ég ætla að fara að skipta símanúmer. Já, þannig er nefnilega mál með vexti að ég er með svo ógeðslega ljótt símanúmer að það nennir enginn að hringi í mig. Ha, viltu fá að heyra? Nei, ég held þú viljir ekki fá að heyra það, svo ógeðslega ljótt. Jæja, heyrðu, það er 553. Það er allt í lagi, sko, það er margir með það. En svo kemur 6, 9, 7 og 3. Viltu pæla? Þetta er ekki ógeðslegt. Hei! Hefurðu fréttina um bóndana það fyrir norðan? Nei. Ekki? Nei. Vá, þú fylgist ekkert með maður, það var hrikalegt maður. Já, bara hrikalegt maður. Hvað? Það er bara svo ógeðslegt maður, ég get ekki sagt frá því maður. Nei, svona, ég er að aldis út maður, talaði í mig. Ok, það er gæinn bóndinn hann fyrir norðan. Já. Sunnundagsgöngu með kettlingur í maður. Já. Já, og veist, bara eins og fýtt maður maður. Já. Og hvað? Já, og veist nema. Þau náðu ref! Nei! Jú, og hvað? Og kallið maður! Ja. Hann drap hann maður! Drap hann refinn? Já, bara drap hann hérna, snara hann eitthvað og hérna, bara drap hann maður! Þetta er út á landi lið maður! Já, þetta er hérna, þetta er reginhnegsli! Já, þetta er reginhnegsli maður. Já. Gautum að skrifa þetta í blöðinu eitthvað. Já, ég skrifa í sjónvarpið. Já, ég skrifa þetta í sjónvarpið. Hann sagði það með ráðunauturinn að strútseldi væri ekki hagkvæmt og ráðlagði mig eindrið að fara út í fílaeldi. En það er ekkert smáraðið sem af þessu kemur. Það er 20 tonn af kjöti og 30-40 fermetra af skinnum. Þið sjáu þetta er bóleggjandi. Já, svo ekkert allir sem fíla kjöti, þá bara þetta markasetja það. Já. Svo sagði reynda maðurinn að aðalnýtin að vera að hafa þegar kvikindin byrja að verpa. Já. Svo sagði hann að það getur flogið. Því hefur hann logið. Nefnum það var áttu Dumbo. Svo sagði maðurinn að þetta salta 20-30 stykk í tunnu. Það var Ég ætla að vona að ég hafði ekki miskildi helvíti. Framsemi er undanfari tortimingar og oflæti veit á fall. Því spyr ég þig, Sigur Sveinn Jónsson, vilt þú... Hvað er að gerast þetta? Það er verið að gifta. Við komumst ekki inn, það var lok og læs. Það á líka að vera lok og læs. Þetta er mín kirkja. Það má nú deilum það. Söfnuðurinn minn á þessa kirkju og þessum er þetta mín kirkja en ekki þín. Já, en þetta góða fólk leitaði til mín. Engan munnsöfnuð, þetta er minn söfnuður. Við skulum reyna að halda friðinn í öllum bænum. Það kemur ekki til greina. Ég fer með þetta beint í biskupinn og formanninn. Ó, nei, séra Magnús. Ekki fara að blanda þig með þetta mál. Við skulum ekki fara að gera þetta flókið. Það þú bara við. Já, viltu lána mig kragan? Já, vel. Fyrir, hvað, er þetta eitthvað nýtt? Þetta er ný típa, já. Hvað er krækt? Já, þetta er franskur rennilás. Franskur, já. Très bien. Ha? Það þýðir gott. Já. Nú, hvert varstu komin? Já, hérna komin hérna. Já, komin í... Vilt þú? Já. Vilt þú? Hvað er fólkið? Jæja, þér tókst að eyðileggja þetta hjónaband. Amen. Góðið þegiðu. Þegiðu sjálfur. Hvað er klukkan? Já, hvað er klukkan? Má það vera 2? Já, fara að skýra, gleymdi. Þú múnt að eiga kragan. Já, takkaði fyrir. Kom inn. Nú, þú, já. Afsakið herra, forsetis ráðherra. Já, hvað?
fyrirgeðu að ég trufla. Já, hvað? Það best að ég komi þá bara beint að efninu. Já, eins og skot, komdu þess út í maður, og það strax. Ég ætlaði aðtuga hvort forsætisráðherrann ætlaði nokkur að fara fram. Hvað, ég nýkomin úr kaffi, ég vil ekkert gera fram. Þér hafið sem sagt ekkert á móti því, herra forsætisráðherra, að ég fari þá fram. Nei, farð þú bara fram og loka þetta við. Takk yfir innilega fyrir, kæri forsætisráðherra. Ég bý, yes. Hvað? Bless. Ég meina, hvaða rugl var þetta? Hvað átti maðurinn við? Hann átti við hvort þú ætlaðir í forsetaframboð. Já, það. Pétur, ég á bara að grínast, komdu aftur! Má ég koma heim núna? Nú já, það bara svona. Nú, ef þú verður þæg. Æ, svona að vera kratti. Mamma má ekkert upp sjá. Viltu koma aftur inn í flokkinn? Elsku Jóhanna, ég sakna þín. Allur stuðningur af þér hrokkinn. Árans kjósendur, þeir eru svín. Það sárt að svallum gamla drauma. Nú við sameinumst litla von. Æ, mér tekur sárt að sjá þig auma. Æð á milli flokka, lon og don. Þorrin öll mín kyngj og kraftur, kratarósin hefur tapað lit. Sama rósin sprettur aldrei aftur, engan tilgang hafði allt mitt stríð. Það ömurlegt að vera krati, endalaust að stofna nýjan flokk. Íslensk pólitík allt í plati, einkum þar sem heitir vinstri blokk. Krókaþjálfarinn hjálpa þér að halda augunum lengur opnum, sjá betur út þær og síðast en ekki síst að sjá í gegnum svík og pretti. Ég var alltaf í vandræðum með að sjá í gegnum fólk og svoleiðis, sjá hlutina í réttu samhengi, en eftir aðeins 4 vikna þjálfun sé ég allt í nýju ljósi. Vá, ég verð að fá mér svona. Já, þetta alveg rosalega sniðugt. Svo fer svo lítið fyrir þessu. Handtækt. Og kostar aðeins 9.999. Það ekkert verð að þessu. Gott kvöld. Í kvöld ætlum við Guðni að vera óvenjulega Já, Anna, við ætlum að vera dálítið djörf. Einmitt Guðni, við ætlum að vera mjög unusual. Já, einmitt Anna, því við ætlum að þetta um áramótskaupið. Akkurat það sem ég ætlaði að fara að segja, Guðni. Já, ég er búinn að segja það, Anna. Já, Guðni, nú hefur þú séð skaupið. Já, Anna, ég er að vísu bara búinn að sjá hluta af því. Já, ég er líka bara búinn að sjá hluta af því. Já, Anna, sástu atriðið með honum hérna Pétri Hafstein og honum hérna Davíð? Já, en þú, Guðni? Já, Anna, ég er búinn að sjá það. Hvernig fannst þér? Já, mér fannst það dálítið svona eins og... Já, Anna, ég sammála þér þarna. Það var dálítið svona óraunverulegt. Já, til dæmis fannst mér, Anna, fyrirgefðu Guðni. Til dæmis fannst mér ekki rétt að láta Davíð vera með þessa kórun. Ég meina, það er orðið svolítið þreytt að láta vera með þessa kórun. Það er orðið svolítið svona klísja, þú svona kliché. Já, einmitt Anna, sko. Bubbi Kongur og allt það. Ég er kannski svolítið þreytt. En mér fannst það nú sleppa, sko. Sérstaklega því þið voru með að panna inn á hann og með þessi klósett og svona. En það var alveg greinilegt að kórunan, hún var ekki ekta. Þarna get ég verið sammála þér, Guðni. Kórunan var mjög ótrúverðug, eitthvað svo not real, skilur. Og hérna, svo höfðu Davíð svona fattlur. Ég meina, maðurinn er ekki svona fattlur. Nei, Anna, ertu tilbúin að gefa stjörnu? Nei, ég vil ekki lofa áramótasköpun að klárast, Guðni. Jú, einmitt, exactly, sko. Ég meina, það er fullt af númerum eftir. Já, ég er hérna með listi við númerin, sko. Hérna stendur 2 kvikmyndagagnrýnendur fjalla áramótaskaupið. Fattum ekki... Já, það eru við, ekki satt? Já, hlýtur að vera. Já, það er gaman að sjá það. Já, hvað kemur á eftir því, Guðni?
Já, býtum við, þetta alveg gersamlega óskilinlegt. Hérna stendur, stór hamar kemur úr loftinu og lemur annan gagnrýnandann í hausinn. Nær þú þessu? Nei, hann hlýtur að vera eitthvað mjög heimskulegt, Guðni, eins og þú. Ég ekki sammálaður hann. Hann var sannkallaður athafnamaður og vildi ljúka því sem hann var byrjaður á hratt og vel. Hann þoldi ekki sinnlæti og orðagjálfur var eitur í hans beinum. Fyrirgefið því. Já, halló. Já, séra Sigvaldi hérna? Blessaður. Já. Nei, það nú vaninn að segja nokkur orðum þann. Já, ég skil, auðvitað, fyrirgefðu. Já, allt í lagi. Bless. Ég bið að heilsa þeim sem ég þekki. Já, bless. Hann vill að við ljúkum þessu af í kvelli. Amen. Fyrirgefðu. GSM þegar þú þarft að ná í fólk. Þetta ekki spurning klukkutíma, þetta ekki spurning mínútur, því hér getur allt farið af stað hvenær sem en ég við öllu búinn. Þessi fit hérna eru sérstaklega gerð fyrir hlaup. Nú og jakavörnin mun sjá við íshraflinu. Og þessi voldugi jeppi hérna í gangi og landskunnur rallökumaður undir stýri. Nú, þegar hlaupið brestur á, munu fylgja því gífurlega drunur en leið mun ég gefa merki með þessari hlautu, svona. Svo ég mun hlaupa upp í bílinn og Heyrðu, hvað er þetta að gera, maður? Heyrðu, hvað er að gerast hérna? Þú ættir að bíða til mér, maður! Dúddi! Dúddi! Ég líði, það er að bresta. Dúddi! Íslenskir karlmenn komust í feitt á árinu. Nýir skemmtistaðir spruttu upp og buðu sýningar á lostafullu lendadilli. Til þess að fullnægja þörfinni fyrir þessa nýlundu voru erlendar dansfreyjur fluttar inn í stórum stíl og mæltist það afar vel fyrir hjá karlmenninum. Svona sá maður nú ekki í mínu ungdæmi. Þá sá maður ekki skúf nema á peysufötum. Já, ég kem aðra hingað bara til að hitta bara vinn og kunningi og svona spjalla saman og svoleiðis. Já, það er svolítið erfitt að standa svona allan tíman. Meiri háttar, flottar pýr, rosa sjór. Já, flottar pýr, sagði ungi maðurinn, en það eru ekki allir jafn ánægðir. Og hér er til dæmis tvær ungar konur sem hafa ekkert verið allt og ánægðar síðastlina daga. Þetta fer sem sagt opbóðslega fyrir brjóstið á okkur. Já, mér finnst þetta alveg ömurlegt. Það er þess vegna sem við mótmælum allar. Allar? Þið eru nú ekki nema tvær. Heyrðu, við erum nú bara búin að vera hérna í 2 daga. Já, og þið viljið sérstaklega láta loka staðnum. Loka, já, nei, við viljum alls ekki láta loka. Nú, veitu hverju eru þó að mótmæla? Innflutningnum með þetta, maður. Ég meina, það er bara erlent kvenfólk sem fara að tróða hérna upp. Já, hvers hefur við að gjalda? Ég meina, ég er mjög ánægð með líkamann á mér og akkur ætti ekki fleira að fá að njóta. Ég hef til dæmis ekkert að skammast mér fyrir. Skammast þú þín eitthvað fyrir mig? Nei, mér finnst þú flott. Takk. Vilt þú fá að sjá? Nei, takk. Þetta er list! Á ég að fara fram? Nei, er einhver kominn fram? Nei. Ætlar þú fram? Gettu betur. Jón bróðir þinn. Og gettu betur. Ætlar þú fram? Nei, ég er bara að fara á klósettið. Ætlar þú fram? Nei, ég ætlaði bara líka á klósettið. Já, það segir til sín eðlið, ha? Ég ætla sko aldrei að vera með þér. Sam er mér. Ólafur fer með veggjum fram, fólk hillir hann sig stillir hann. En löngun sér í hjarta fann þar rauður loginn brann,
blíðan fengi byrinn ef hann byði sig, blíðan fengi byrinn ef hann byði sig fram. Ólafur Þómasson Ólafsson, rithöfundur, var í dag kosinn forseti Bandaríkjanna. Segðu mér, Ólafur, hvernig leggst starfið í þig? Jú, ég held að þetta gæti nú orðið sæmilega áhugavert. Mér telst til að ég ráði þarna yfir 220 miljón manns. 200? Þetta þá fullt starf hjá þér, Ólafur? Jú, nei, alls ekki. Ég lít meira á þetta sem bara svona tímabundi verkefni, eins konar hlutastarf. Ég mun áfram hafa minn tíma til að skrifa. Þetta hjá jafnréttisráði? Já. Þetta kona? Ég kona? Er það ekki gott? Já, ég rosalega mikið kona. Ég ætlaði að kæra manninn minn. Hann fær það miklu oftar en ég. Ég meina á ekki vera samræði á þessu sviði eins og öðrum. Á deskin minn. Eitthvað mjúkt, ekki feitt. Eitthvað ljóshært. Já, ég vil íslenskur lambakjöt á deskin minn. Erótík. Erótík. Erótiklepp. Alþingi við Austurvöll. Thanks love. Ólafur G. Einarsson, forseti Alþingis. Er þetta ekki fulllangt gengið, Ólafur? Er þetta ekki fulllangt gengið í þá veru að gera þingið að vinsælla dagskrárefni? Nei, ég tel ekki að svo sé. Ég. Hér alfarið farið að sköpum. All right. Góður. En Ólafur, brýtur þetta ekki bága við lög? Við lög? Nei, ég tel að við hér með mjög góð lög. Það DJ Johnson sem séru þau. Segðu mér, hvernig taka þingkonur þessu? Ólafur, þingkonur, hvernig taka þær þessu? Þingkonurnar, hvernig taka þingkonur þessu? Þær taka þessu bara ágætlega eða láta taka sig. Nei, þetta var svona grín bara. Þetta ný aðferð við að bera fram sín mál, þú veist, bera fram. Og það eru aldrei fín mál. Kristín, þú ert næst á svið. Þú átt að bera fram þín mál, aldrei fín mál. 30, 60, 90, eitthvað svona. Það frábært að þykja feikilaun. Fyrir fljótja minn gjögur söng sem ég raula. Butsöngum dálitla bú. Nógu há ef nefnirðu tölu. Nánast öruggt að ég til sölu. Allir hafa sinn prís. Jæja, borga strákar, borga. Úrslit hafa nú verið gerð kunn í samkeppni sem bæjarstjórn Egilsstaðakaupstaðar endi til ljósmynd af Lagarfljótsorminum. Guttormur Skriðdal, formaður dómnefndar. Já, það hefur semst að koma í ljós að ormarnir eru 3 í Lagarfljóti. 3? Já, það nú saga til næsta bæjar, Guttormur. Þetta mjög athyglisvert, já. Fram til þessa hefur verið talað um 1 orm var að ræða, en ljósmyndirnar taka af öll tvímæli að ormarnir eru 3. Hér er fyrsti ormurinn, mjög athyglisverð mynd. Takt eftir íslenska fánanum í halanum. Hér er hluti af öðrum ormi og myndi sýni greinilega að hann sver sig í ætt við fiska. Mjög athyglisvert. Það er það. Nú að þessi þriðja mynd af orminum ætti að lækka rostan í þeim sem hafa hlegið að okkur og haldiði fram að þetta væri tómt húmbúk og grín í okkur. Já, Guttormur, það er ekki hvarla að okkur þess að myndi væri falsar. Nei!
Segðu mér, Guttormur, var ekki heitið verðlaunum fyrir mynd af orminum? Jú, hálfri milljón. Hálfri milljón, já. Nú hefur það komið upp úr kafinu að ormarnir eru 3, Guttormur. Setti það ekki strik í reikningin? Nei, það kom í ljós að þetta var einn og sami ljósmyndarinn, þannig að hann fær 1,5 milljón. Já, sá hefur nú aldrei stótt í lukkupotinn. Já, það má segja það. Ég hafði haft hefnir þarna með mér. Konur eru menn. Halleluja! Þar á leiðandi eru menn líka konur. Halleluja! Strúta á sandana. Halleluja! Fótinn lífi. Halleluja! Þetta með strútana er endur úr annar ályktun landbóndamann átti ekkert að vera hér. Það er ekki heil brú í þessu. Halleluja! Halleluja! Ég er að pæla hvort þið komist inn, maður. Okkur var hent út síðast. Hvað er í gangi, maður? Gjörðu svo vel, herra mín, gjörðu svo vel. Gangi í bæinn. Þetta vel? Það er aldrei tekið vel á móti manni, maður. Hei, þetta er bara að sé hægt að strippa. Heldurðu það? Ég spyr. Við erum ekki örugglega nóg. Ég veit ekki betur. Hvað er gott að pæla, maður? Hann er vanur að vera útopnu, maður. Ég hef aldrei eitt að taka þetta lag. Er ekki örugglega nóg? Jú, það er nóg. Það er menninganótt í Reykjavík. Opp. Hvað á að fara, strákar mínir? Vera inni. Það veit okkur út, maður. Vera inni, strákar mínir. Hvaða læt er þetta? Vera róleg. Það er að byrja einleikur á langspil eftir klukkutíma. Við viljum frekar úti. Já, gerðu það, maður. Hent okkur út. Strákar mínir, þið hafið gaman að þessu. Já, ok, fyrst að þið eru. Það eru með læti. Það voru ykkur hendið strax aftur. Já, nei, ég hugsi bara heim. Segjum 2, maður. Nú segið þá 2. 2. Já, heim með ykkur. Augnablik, bopp. Hvað á að fara? Mér finnst eins og okkur vant eitthvað. Já, okkur vantar eitthvað við sófann. Heyrðu, ég veit. Barn. Okkur vantar barn. Já, heyrðu, voruð þið ekki að auglýsa ættleiðingar í sjónvarpsmarkaðnum? Ættleiða? Já, það er miklu betra. Þá getur maður valið. Mér finnst það verður að vera dökkhært, svo að fari vel við sófann. Nei, er ekki miklu skemmtilegra að búa þetta bara sjálf? Sjálf? Nei, þá veit maður ekki neitt. Það getur orðið strákur, ljósherður strákur. Þetta er búinn. Búinn. Ég líka. Ég sagði við hefðum átt að ætla það. Já. Heyrðu, býta aðeins. Kolbeinn Þór, ekki sitja hana. Hann fer svo illa við sófann. Já. Heimspeki okkar gengur út af það að vera góður við hina ríku. Þessi stefna flokksins fengin bestan haf. Því ef enginn ætti auð fyrir fjárhannum gæti keypt sér togara. Því að rétt að þeir fái fiskinn fyrir ekki neitt. Ég segi allir þeir sem vænan eiga veiðikvóta, vorin eftir lætistegnar eru þeir. Þegar greiðslubyrðin vegna vaxtabóta vex leyfist heim að græða enda og meir. Vex leyfist heim að græða meir og meir. Búbba, sérðu, sko, sniðug þessi hendi.
Nú þarf ég ekki að vakna alltaf með blóðlausan handlegginn hverju morgni. Óli minn, Já. það ykkur út í garði. Sérðu, hann heldur alveg bylgjunni fastri, sjáðu. Já. Óli minn, Já. ég heyri einhvern umgang. Æ, það bara einhverja skítlegar fyllibittur á leiðinni heim. Nú get ég látið hendur standa fram á ermum. Hó, Bubba! Það múgur og margmenni þarna úti. Heyrðu, ég orðinn vinsæll. Það getur ekki verið, Óli minn. Hvaða dagur í dag? Já, manstu, ég var kosin forseti í gær. Já, halló. Ha? Nei, ég fer ekki þannig. Víst, þú skalt fara inn. Þetta alltaf dýrt. Það búið að borga fyrir þetta og þú verður að fara þinn. Það aldrei inn í þessar luxuskompu. Góði, láttu ekki svona eins og asni maður. Þvílík sóun á peningum skattgreiðandra. Þetta þjófnaður, glæpur, skandall. Neyksli. Ertu að halda þér fram að kollegarinn í séu óvandaðir menn eða það? Nei. Þetta er bara skandall. Já. Æ, góði, láttu ekki svona. Hunskast inn og njóttu mér á nefinu stendur. Já. Þess. Já, þetta. Bara bröðl. Þetta er alveg bara ótrúlega viðbjóðslegt. Svona. Rosaleg sóun á peningum. Skattgreiðandana. Almannafé. Nei. Peugeot-Lautrec, hann er svo dýr. Lala. Já, hvað má bjóða þér? Halló. Já. Má bjóða þér eitthvað? Já, ég ætla að fá bara svona kampæn, já, og kaviar, já, auðvitað skrifa á ríkissjóð, hvað þetta bara, já, takk. Bara. Og hvað á barnið að heita? Daymond Þór Daymondsson. Daymond Máni Daymondsson. Takk. Þorkell Blör Daymondsson. Blörhildur Daymondsson. Gott kvöld. Gestur okkar í kvöld er Sigurjón Jónsson sem ekki hefur verið mikið í fréttum en er þessi venjulegi maður sem þrátt fyrir allt hefur frá ýmsu að segja. Velkomin til okkar, Sigurjón. Velkomin. Já, takk ykkur fyrir. Segðu mig, Sigurjón, nú hefur þú aldrei verið í framboði og átt fyrirtæki sem aldrei hefur farið á hausinn en þú hefur sem sagt farið, hvað, þrisvar í ristilspeglun? Já, það er rétt. Þetta er svolítið merkilegt. Hvernig tilfinning er það? Já, það er nú ágæt tilfinning, þannig. Ekki er þó gott að fara í ristilspeglun? Nei, það er ekki gott. Nei. Segðu okkur svolítið frá því. Nú, þetta byrjaði nú allt saman með miklum kviðverkjum sínum tíma. Já. Harðlífi, það með þessu? Já, rosalegt harðlífi. Já, sem sagt, allt bara setið fast. Já, gjörsamlega. Hvað hugsaðurðu á meðan? Já, það er nú svo margt sem flýgur í gegnum hugamanns í þessu ástandi. Já, það er ekki harðlífið þar. Nei, það má kannski segja það. Hvað gerðirðu til að svona lina þjáningarnar, dreifa huganum frá hægðatreiðinu og sársaukanum? Nú,
Ég hef nú alltaf haft ákaflega gaman af músík, já, og mér datt í mitt hug af því að þið eru með þennan frábæra píanista hérna. Jú, það var eitt lag sem gat fengið mig til þess að gleyma öllum sársauka. Já, með Beatlunum þá? Nei, það var Somewhere Over the Rainbow. Já. Fallegt lag. Já. En Sigurjón, allt í lagi. Okkur langaði að biðja þig að gera svolítið fyrir okkur. Nú? Sýn okkur hvernig þú söngst þetta lag þegar þú varst sem vestur. Nei, þarna komið nú alveg aftur að mér. Ég hef aldrei sungið opinberlega. Það allt í lagi, það gerir ekki til. Við ætlum bara einfaldlega að biðja þig að sýna okkur stellingarnar. Þú setur í stellingarnar sem að þú vildir gera svo vel. Nú já, það ætti svo sem að vera allt í lagi að prófa. Forsæta vorum og fósturjörð. Heill forsæta vorum, heill forsæta vorum og fósturjörð. Þegar Jón Baldvin hætti í pólitík fyrsti margan að vita hvort hann fengi einhverja vinnu, enda vill lengi ráða gamlan pólitíkus í vinnu. En nú er það spurt hann hafi fengið vinnu. Hvernig fékkst þú þessa vinnu? Ég fekk hann í gegnum gamlan kunniskap. Fyrirgefðu. Sjálfstæðisflokkurinn, góðan dag. Davíð Oddsson, augnablik. Davíð minn, herra Ólafur Ragnar er á línu 1. Bam, 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 bam. Djarfir voru drengir og drifnir sementi. Í fótbolta veislu fóru frá Akranesi. Og allir komu þeir aftur en enginn þeirra hló. Þeim fannst bara ekkert fyndið sem leiðraði radíusbróðirinn. Já, enginn þeirra hló. Halló krakkar, ég heiti Bubbi Mortensi og ég er svona hrikalega stór og sterkur vegna þess að ég versla hér. Ég versla agúrkur og sveppi og jógúrt og sé ykkur seinna. Og sjá, heyrðu bara, 10 milljónir, 20 milljónir. Og allt auglýsingakostnaður. Heyrðu, hvurslags eiginlega við skuldum svona mikið. Hvað eigum við að gera? Ég veit ekki hvað við... Heyrðu, býta aðeins. Já, halló? Já, Ástþór Magnússon. Já, blessaður. Óli hérna. Heyrðu, þú notaðir þarna slagorðið kaupum Bessastaði. Hérna, hefur áhuga á því eða þá? Heill og fósturjörð. Ertu að reyna að reka sjúkrahús? Stefnir í hallarekstur á næsta ári? Ef svo skaltu hafa samband við okkur hjá Heilsa og Hagræðing. Við höfum sérhæft okkur í ódýrum sjúkrahúsrekstri. Til hvers að vera að sóa fé í 3 sprautur þegar hægt að komast upp með eina frá okkur? Allir sjá þvílík hagræðing í henni hlandvissu 4 gata þvagflösku. Þá ótalin nýja svæfingavélin.
er tvöfaldi niðurskurðarhnífurinn sem nýtist hvort sem er til að skera sama sjúklingin upp á 2 stöðum eða 2 sjúklinga samtidig. Ef þú vilt laga til í rekstrinum á þínu sjúkrahúsi, skaltu hringja í okkur. Við hjá Heilsa og Hagræðing hjálpum þér við að skera bæði upp og niður. Að forsetinn sé að skipta sér af vegamálum, það út í hött. Það jafn fáránlegt og ef að symfónían tæki upp á því að fara að flytja lög eftir mig. Já, Heimir Stensson. Jú, sámun vera maðurinn. Já, Jón Ófalsson hérna, hvað viltu fá fyrir útvarpið? Spurt viðtæki, ég skal gefa þér samband við söludeild. Já, nei, útvarpið, ríkisútvarpið. Hvað segir 370 milljónir á borðið? Ríflega þykir mér boðið. Jú, þetta prýðisborð, þrungið sögu, en 370 milljónir þykir mér fullhátt. En ég læt þá bara stólinn fylgja með. That's a deal! Blessaður kallinn. Yes. Já. Heill vorum á fósturjörð. Heill vorum á fósturjörð. Heill vorum á fósturjörð. Ísland lifi. Húrra, húrra, húrra. Húrra. Jæja, hvað ætlar að sína okkur í kvöld, Jói? Benni, líf þitt mun taka stórkostlegum breytingu hér í kvöld. Nú? Já, sjáðu hér, þetta draumaprinsinn. Allt sem þú þarft í eldhúsið í einu litlu handhægu tæki. Vá! Já, ég finnst þú yfir hissa. En sjáðu hér, verður stundum þreyttur á að skera agúrkur? Það gjörsamlega fer með mig. Já, en draumaprinsinn leysir vandann. Vá! Já. Þetta ótrúlegt. En ég þarf að veðja við þig og hún getur ekki skrætt kartöflur. Viltu koma í kapp? Jep. Nú, þú setur einfallega kartöfluna hérna inn í draumaprinsinn. Já. Ertu tilbúinn? Ég tilbúinn. Tilbúinn? Ég tilbúinn. Þú ert búinn að segja þetta. Hei, þú ert búinn að skræla. Ég sagði að þú yrðir hissa. Já, ég meina þú sagðir aldrei hvenær ég ætti að byrja. Benni, þú ert alltaf tapsár. Tapsár? Allt í lagi, sýndu okkur meira. Viljið fá meira? Já! Já, sýndu okkur meira. Það ótrúlega að meira sé að smáa grænmeti sem getur verið svo erfitt að sneiða smátt og fallega. Láttu mig þekkja það. Já, meira sé að sveppina getur þú sneitt svo smátt og fallega að meira sé að þú hefur aldrei séð annað eins. Jói. Já? Jói. Já. Já, nei, það ekki neitt. Takk fyrir. Það var einu sinni biskup og hann hét Óli Skún. Óli Skún, 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 Óli, Óli, Óli Skún. Það eina sem hann átti var kærleikur og trú. Og trú, 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 bara kærleikur og trú. Svo kom þar einhver kona og hún hét Pálína. Pálína, Pála, Pálína. Og kærðan fyrir að hann vildi bara frelsana. Frelsana, vildi bara frelsana. Og svo kom sér að flóki sem flækti allt í hnút. Allt í hnút, hnút. Já, hann flækti allt í hnút. Og til að leysa hnútinn var flóki sendur út. Sendur út, 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 hann var þegar sendur út. En mjólkirkjan plantlaus á markaðssetningar, setningar, já á markaðssetningar. Því setja verður kærleikinn í réttar pakningar, pakningar, neistu vænar pakningar. Kærleikur, von og trú í þægilegum neytendapakningum.
ein pilla eða skeið á mótni og þú finnur muninn. Fæst aðeins hjá þjóðkirkjunni. Þegar Jón Baldvin hætti í pólitík fýsti margan að vita hvort hann fengi einhverja vinnu, en það vill enginn ráða gamla pólitíkus í vinnu. En nú hefur það spurst hann hafi fengið vinnu og það alla leið suður í Luxemburg. Jæja Jón, í hverju felst þessi nýja vinna? Ekki trufla. Ég við messu. Fyrirgefðu, ég held þú værir að vinna. Já, ég það líka. Ég að vinna. Í hverju felst þessi nýja vinna? Ég sóknabarn séra Flóka. Er það vinna? Já, það reyndar skítavinna en samt vinna. Alveg hættur að ansa í GSM-in eftir að hann fekk sér hljóðlausan með titrara. Ertu til í að slökkva á símanum svo við getum haldið áfram með fundinn? GSM með titrara. 2 ánægja í einu tæki. Halló! Halló, á Akureyri? Hæ? Já, er það skrifstofu barnahátíðarinnar á Akureyri? Barnahátíðar? Já, er ekki barnahátíð hjá ykkur þarna Vestlumannhelgina? Nei, þú er eitthvað miskilega þetta, Grimið. Heyrðu, ég þarf svo að ná hérna dóttur mína. Já, sko, þetta er ekki barnahátíð. Þetta er barhátíð. Barhátíð? Já, sko, það slættist inn smá svona prentvilla inn á plakatið, en krakkarnir skemmtu sér æðislega vel. Er það ekki, krakkar? Já, heyrðu það? Heyrðu, ég hef ekkert heyrt í henni dóttur minni, ég þyrfti svo að fá að tala við hana. Já, hvað heitir hún? Sigurdís, hvað er Dísa? Ertu mammuna Dísu? Já. Rosalóttu fallega dóttir, hún er alveg æðiskengi. Takk. Gætirðu náði hérna fyrir mig? Já, byrju, Dísa skvísa! Vaknaðu mamma henni í símann. Heyrðu, heldur það að vera lagt sig aðeins skrið? Lagt sig? Já. Hábjartan daginn, heyrðu, hvað er eiginlega að gerast þarna? Við verum bara að reyna að koma krakkunum inn í vínmenninguna. Það er nú betra að gera þetta undir handleiðslu fullorðin heldur en að vera að fikta við þetta svona eitthvað sjálf. Finnstu það ekki? Ok, bæ! Heyrðu, áttu þú ekki eftir að læra að æla? Jú! Já, hvað þú? Ok, sko, þetta svona og svo bara... Já, út með það. Kemur ekkert? Og ekki drekkt aðeins meira. Rikki! Þessi dans er Davíð mjög skapi, enda hannaður til að fyrra flokkinn tapi. Ég fæ samt ekki minn skatt í forustu sveit, hvað konur ekki að vera. Þeir makka og hlakka við hvað þeir hafa margt umfram okkur til að bera. Ráðamenn rognir á rauðum teppisbelli, hafa sumir fagur dýrandi en aðrir skýtlir telli. Alvestu fjandmenn þó fyrir sig framan, þeir makka saman. Hafðu engar áhyggjur af flokknum, þessum flokki sem hér þjóð vaki. Ég vil hann ekki, þól hann ekki, hann er ekki til neins og ég Hvað ætti ég svo sem að gera? Ég rakst á flokkin í heild sinni í símaklefa með vinur sínum úr alþýðuflokknum sem voru svo sæteri húa. Ráðamenn rognir á rauðum teppisbelli, hafa sumir fagur dýrandi en aðrir skýtlir telli. Alvestu fjandmenn þó fyrir sig framan, þeir makka saman. Makka saman, makka saman, makka saman. Ég vil ekki að reyna við. Heilbrigðismál valda heilsu minni tjóni, meðan lífi er haldið í hverju meðaljóni. Ég lafi, þó ég hafi fengið nóg að versta skítardjópi hér á fróni. Ráðamenn rognir á rauðum teppisbelli, hafa sumir fagur dýrandi en aðrir skýtlir telli. Alvestu fjandmenn þó fyrir sig framan, þeir makka saman. Ráðamenn rognir á rauðum teppisbelli, hafa sumir fagur dýrandi en aðrir skýtlir telli. Alvestu fjandmenn þó fyrir sig framan, þeir makka saman. Thank you.
Það getur ekki unnið það. Það getur ekki unnið það.